Við erum ready. Andrea, ertu ready? Nei, Nei, hún er ekki ready. ég sé ekki neitt, ég nenni ekki með glerum, býða aðeins. Stílbrot í boði, Vitamin Well, Blue Lagoon Skincare og Nova Sirius. Jæja, Andrea. Jæja, maður, Nú ætla ég að byrja. Ætlarðu að byrja? Jæja, Andrea. það passar ekki, jæja, maður, mjög flottar. Já, herru, hvað segirðu? Ég sé gott, en þú? Gott. Þú ert búin að halda upp á fullt af ammálum, eða allir fiskarnir þínir. Já, allir fiskarnir Hvernig mínir. gekk það? Þetta sko þannig að ég á 3 fiska. Já, Óli, maður minn og sonu minn er ammæli saman dag 21. febrúar já, og Ísabella 1. mars. já, Þannig að þau eru all fiskar, já. þannig ég systur að hafa með en ég er meja. Já, Og við alls saman erum svo útgerðin. já, einmitt. Já, það er bara, Þannig að útgerðin var með ásatíð já, í Kaupmannahöfn. og Já, allir glaðir. allir ótrúlega glaðir, ótrúlega gaman og litla barnið mitt var að vera tvítugt. Oh my god. Bara hér. Já, Getur verið, litla barnið mitt. Já, stóra barnið mitt Já. er svipað. já. Þannig að þetta er tímót. Já, það er það. Þannig að ég held bara ammali hennar með henni áður en átt ammali. Já, Að því ég var ekki út á ammálinn hennar og ég var út á ammálinn þeirra. Þannig að þetta var allt svona einhvern veginn bara. einhvern veginn. Já, og nú er þetta bara búið Nú er þetta og bara bara búið. ári næsta. Já, En hérna, ert þú búin að fá mikið kommentum á þetta ljótuvindadæmi? herðu, ert að djóka? Já. Mér langar aðeins að clarifya, sko. Já. Að, sko, það sem mér finnst fyndnast í ljótumyndunar og ástæðan fyrir þessi albúm eru til er að það er eiga alla sameiginlegt er ekki það að ég sé að taka ykkur ljótar myndir af vinum mínum svona svo Ari, góðvinnur þáttarins, heldur er þetta allt myndir þegar við erum að reyna að vera gellur Já. og taka ykkur gellumyndir. En þetta eru misefnið myndinar úr gellutökunni, Ég veit það. fattaru? Já. Og ég stundi bara hvernig og í sömu myndinar af mér er bara kannski Aldís ljósmyndar að taka og ég veit, hún Já. er besti ljósmyndar í Íslands, það Já. er atvinnur ljósmyndari, ég veit hún er að taka með mynd. Ég er eitthvað að reyna að sætt en er svo eitthvað að skipa fyrir eitthvað á milli og næ að gera bara sko, eitthvað svipi sem ég bara, ég skil ekki hvernig það næst á filmin. Nei, það var nefnilega ótrúlega gott þannig að sem þú postaðir, það var bara geðvika gælumyndir okkur, þannig að út á tenni í Og afmælinu svo hennar bara Sögu. hitt með. Bara, Og svo bara er hitt bara hvernig er hægt að vera svona black and white eða bara svona akkurat að tyggja og nærð bara einhverju ógeðsli moment og þetta er svo ógeðsli fyndið og svo náttúrulega mér ger finnst ég það líka bara eitt. geggja fyndið sko. Það er náttúrulega hópmyndir og svo summa ég upp að ljótasta andlitinu, eða þú veist, og ok, ekki ljótasta en þú veist, og screenshotar það og hendir í albúmi. Já, það er það sem ég geri. I love En það eru mjög margir búin að kommenta á þetta og mjög margir sem eru að fara að taka þetta upp og þetta er náttúrulega bara, Mér finnst bara En ógst að besta fyndi að skemmtun. hafa bara húmor fyrir þessu. Það Ég meina, verður. þú veist, ég meina, allir nema Erna eiga ljóta myndir sér. að það, Já, hún segir það. En það er satt. að það, ég Ertu með eina mynd að Erna Ég skal lofa þér því, ég skal Já. koma að næsta þátt og fá leiði fyrir byrtingu, ég skal lofa þér, ég get fundið ljótamyndina, herru býtu, dóttir mín er ekki. allar svara, nei. Nei, af því að hún var bara, við höfum oft rætt þetta, hún er gett ána með sig að hún sé ekki í þessu albúmi hjá þér, af því að hún myndast Ég heldur þetta að sé rétt, fáránlega að vel, hún sé sko. ekki í albúminu. Það er bara, alla myndir á henni góða, sko. En ég hef svo rosalega marga myndar en ég Já. skal, þetta Já. er mission vikunar að finna Erna Hrund. ljótamynda Ernu. Já, en ég meina það farið leiði fyrir byrtingu. Ég held að hún leiði það alveg. allan daginn. En hérna, svo ætlaði ég líka að segja, Vala, Heba, Já. ég fór á Hamlet í gær, í bíó, með vinkonu minni, sem nefndi að horfa á hana með mér. Hvernig nefndi ég ekki? Vala, Heba, þú. Hún bauð mér í bíó og ég sagði nei. Þú sagði nei. Nei, guð. Nei. Þetta er ekki, hljómar ekkert eðla, var þetta gaman? Já, sko, Betra en hásmynd, sko, þetta var ekki gaman, þetta er náttúrulega bara mjög sorgleg mynd. Ok. En sko, Jessica Buckley sem leikur í henni, hún Já. er náttúrulega búin að vinna öll velun sem hægt er að vinna og er líka tilnæmt til Óskarsvöluna. Bara give her all the goddamn awards. Aha. Hvað er í gangi? Ég bara En var trúði... þetta skemmtileg mynd? Já. Nei, hún var ekki skemmtileg, Nei, hún var en hún var leiðinleg. góð. Hún var ógeðslega góð. Nei, hún Hvað var ekki fékk- leiðileg. Hvað fekk hún í einhverjum að það? IMDb? Já. 8 komma eitthvað? 8 komma. Já. Gott. Þannig að, það var eitthvað sem ég hitti sem var bara, ertu ekki að djóka með þetta IMDb Nei, snopp í þér? Ég Já. bara, nei. Martan hafi tíma að gera að horfa á okkar sem að fara undir 7. Manneskja bara, hún trúði mér ekki. Ég bara trú ekki sér með þetta app. Þetta er biblía. Þetta er biblía. Ah, Ef þú er gaman að þáttum að bíómyndum, þá er þetta... En ég með einn spurning fyrir þig. Ok. Íslenski þættir. Já. Er þeir á þessu IBTM? Já. Ok. IBDTGP. Já, en ok, hvaða íslenska þáttir ertu að horfa á?
íslensku þætti? Enga í augnablikinu. Ertu búin að horfa á Hildi eða? Nei, þetta er á listan mínum. Ég er náttúrulega líka bara algjör nörd með notes lista yfir það sem ég á eftir að horfa. Deila hún reglulega með. En dönsku konuna, hvað heitir? Nei, þetta er líka á listanum mínum. María. Já, ég er búin að vera upptekin að horfa á sig, ég sagði María, ég sagði María í þessu podcast, ég skildi ekki. En ég er með dönsku konuna, ég er með Hildi, ég horfi líka alveg ofta á íslenskt efni, sko. Mér finnst það gaman, sko. Já, algjörlega. En svo ætluðum við ekkert að fara yfir heimsmálin, eða það? Nei. Við erum skemmtið þáttir. Já, einmitt. En herri, við erum með svona læru horn og þegar við erum aldrei podcast áður og þetta er nú berstundu bref og við værum alveg til að fá miklu fleiri bref. Já. En hvað segir Helga? Helga? Já. Er hún ekkert að setja út á okkur? Nei, herri, við erum bara greinilega að batna. Hún er bara liggur í kasti. En ég komi sko, mína Helgu. Já. Það er Sunna frænka mín. Okay. Ég reið hann í morgun. Já. Að því hún er svona típa sem þorir að segja allt, skilju. Já, að því ég sendi á Helgu eitthvað svona, að því hún var ekki búin að senda mér neitt. Ég hef lagt búin að hlusta á þáttun, hún bara auðvitað. Já, ég tek þessu starfi mjög alvarlega. Já, og bara hafa ekkert út ansið það? Nei, reynar ekki. Ok, ég er búin að fá eitt að við sem alltaf að grípa fram í fyrir hver annar, ég leiðum ekki hinn að klára og eitthvað. Það var samt ekki Sunna sem sagði það. Nei, en allavega. En ég resist Sunnu að því hún er svona, hún þorir að segja allt, skilur, hún er ekki að skáa hlutunum, ég elska það. Og hún sendi mig tilbaka, bara að þú borga mér í appsinn súkkulaði. Í alvörinni? Hún er bara komin á launaskrá, ég er bara fyrir að ná mig bara köpi appsinn skifur og, nei, ég ætla bara þessar. Já, ég kaupi bara annan henni. En þú bara, þú bara græði að fyrir hann. En herðu, ég ætla að spyrja þig, nýja bragðið sem ég var látað að hafa á hann. Já, herðu. Fersku. Þetta er uppáhalds minn. Já, þetta er líka uppáhalds hennar Bellu. Já. Við tókum svona taste-test út í kaupinu, við vorum ekkert með smá mörg brauð. Já. Þetta er ógeðslega gott. Já, þetta er ferskubragð. Hvað er í þessu? Ef þú sér þarna, hvað er vítamin í þessu? Ég er ekki með glerum að stað. Nei, einmitt. Vítamin C og E, selen og mangan. En það er alltaf mjög gott. Já, einmitt. Þetta og hitt hann að hætrætt er svona uppáhalds. Já, ég held að þessi sé hann uppáhalds minn. Ég er náttúrulega bara búin að stúta, ég veit ekki hvað mörgum að hinum, en þetta er nýju uppáhalds minn. Þú ert með minn. Vítamin vel fyrir gels. Já, ég ætlaði líka að segja, Helga sagði eitt ógeðslega fyndið eftir þáttinn hann að áttavilda þáttinn. Já. Og þetta greinilega runs in the family hjá mér, sko. Hún var ekkert að fara á Kirkjubæjarklaustur og var að finna eitthvað sem að myndi ekki dæma hana, af því að hún var líka komin að göngunum og var að spyrja hvora leiðin er betra að fara á Kirkjubæjarklaustur. Og auðvitað er það eftir hvort allan orður. Já, einmitt. Og hann var bara, þú veist, önnur leiðin er lengri en hinn, en þú veist, það skiptir ekki máli, hún er alveg, hún bara, þú veist, þetta er hringvegur, sko, getur farið báðalegir. Herru, svo systir hennar mömmu, Gusla. En hún er alltaf að fara hinlegina. Já, nákvæmlega, en ég held að hann hafi sagt henni það og hún var snið, en bara hún hefði komist á leiðarenda, skiljur. Og svo Gusla, systir mömmu minnar. Gusla? Já, hún heitir Guðlaug, kallar Gusla. Ok. Og ég og önnur systir mömmu heitir Steinun, kallar Stenna. Já, ok. Já, þannig að þetta er svona bara svona alls konar nicknames í þessari fjölskyldu. Okay. Herðu, hún var að fara til Genóa í Ítalíu og hún endaði í Genf. Ég ætla að fara að segja, ertu ekki menni Sviss? Nei, hún var að fara til Genóa og endaði í Genf. Það munar bara 2 löndum og 1700 kílómetrum. Þannig ég held þetta sé ættgengt og þá er ég eiginlega búin að finna eitthvað sem er verri en ég. Hefur ekki séð þarna á Instagram, if you think you're having a bad day, just remember that the airport in Austria has a desk fyrir fólk sem heldur að sé landi í Ástralíu. Ástralíu. Það fattar ekki hvað er að fljúa stutt kannski. Nei, og það ánægt með flugtíman og bara bóka og bara mætt. Á hóteli sittni. Já, bara fara á óperuhúsi. Endur bara Austuríki. Oh my god, já, ok, ég á það eftir. Það var alveg típist ég. Genf og Genóa, já, ok. Gusla frænka. En herru, þú ætlar að fana hans yfir. Það er að setja upp gleru. Nei, þú mátt það. No one's gonna judge you. Herðu, en ég er ekki alveg búin með introð okkar. Fótboltamömmu átsettið þitt. Já. Ég ætla að segja þér að þú veist nú lýsa þessu svo hræðilegu. Þú náttúrulega svaka sögumæður. Já, ég á það til að íkja smá svona stundum. Því ég vil fá aðeins meira krydd í sögumæður. Eins og ég sá þetta fyrir mér, það var bara hryllingur. Síðan sendur mér mynd live frá fótboltvellinum. Ég var bara núna verða viðurkenna
þetta var aðeins skára og ég var að spyrja Mæju, hvað merkir súlpa og hvað merkir þetta? Calvin Klein. Akkurat. Það því ég spurði því þættinu síðast, bara af hverju átt þú svona ljót úlpu, ef þú listina sem mjög ljótri, svo er það bara svört Calvin Klein úlpa. Já, hún er mjög gömur, þetta er bara venjuleg úlpa, en mjög mörgum finnst svona ljót. Svona síðar fótbolta þjálfara úlpur fyrir mér. En allavega, ég setti þetta inn á Instagram á Twitter og ég bað okkar fylgjendur þar og vinkonur að reyta þetta, eða hvað þetta væri legit fit fyrir fótboltamömmu og 90% segja já, 10% segja nei. Já, þú ert eina af þeim. Ég er eina af þeim. Og örugglega Tinna Hemstokk. Já. Og ég verða viðurkenna, mér fannst þetta svo afgerandi en ég kaust tvísvar nei frá sér gramminu. Angriða? Já, annars var þetta ekki verið skemmtilegt, annars var allir segja já. Þannig að basically er þetta 95% já. Þetta er góðkennt. Þú er gæla líka á vellinum. Já, ég er bara, gæla á vellinum. Viltu bæta ykkur meira við það? Nei, bara mér finnst ógeðslega gaman að fá smá svona respons á Instagram og með endilega senda okkar eða er eitthvað sem vilja heyrum eða sjá eða setja út og ein var að spyrja okkur ótrúlega mikið samt make-up, mjög gaman að fá svona líka eitthvað svona smá hint hvað við getum mögulega verið að taka fyrir hérna. Og eigum við ekki líka að byrja þá sem finnst gaman að hlusta á okkur? Jú, það skiptir okkur ógeðslega miklu máli. Já, að henda í follow á Spotify og eða eru í brjáluðu stuði á báðum stöðum, Apple Podcast líka. Og svo líka má kommenta þar, það telur við líka fyrir okkur. Og má kommenta þar og svo má líka, það er líka hægt að reyta. Já, það er svona hægt að hendi ykkur á stjörnum, það má alveg gefa 1-5, það er bara, en bara ef þið nenni að engagea eins við okkur, ef ykkur við skamum hlusta, þá verður það bara mjög mikið metis. Yes. En við ætlum að fara í Business Insider, nei hvað heitir þetta? Business Edition. Eða bara eitthvað. Já, ég er ekki mikið með þú hér. Það gengur ekki. Já, tellas. Herðu, við ætlum að fara yfir það aðeins aðalega Gucci. Já. Að þú veist, það er búið að vera ótrúlega mörg stór tískús að skipta creative directors og óvinni margir eins og það var náttúrulega bara klárast núna Milan Fashion Week og það var Gucci með major comeback þannig séð og allavega er það í öllum, það er allir að tala um það ef þið er ekki búin að sjá Kate Moss labba niður var hún, ég lokaði hún ekki sjónu? Ég bara, hún var þetta var eitthvað annað flott þegar gæla mætti skilur litla legendi, 52 ára eða 30 ára. Hún var svo ógeðslega flott í svona svörtum skósíðum pallettu kjól sem var alveg opinn í bakið. Setjum myndir og sumir sögðu að þetta væri eins og business að framan og party aftan, skilur. Þannig að sást í þongin hennar og eitthvað aftan á. En sko vákón er flott. Gekkju. Já. Að því við erum alveg að ræða smá Kate Moss í þessum þætti. Já. En þess að Demna er nýr hönnur Gucci og fyrir þá sem ekki vita þá var hann náttúrulega áður hjá Balenciaga og er búin að vera þar í svona 10 ár og er gaurinn sem kom með allt þetta, þið hafið séð þú veist leggings sem eru bara alveg onni í skó og támi á skó sem eru bara leggings, Kim Kardashian er verið mikið í þessu og bara hann er svona alltaf svona á jaðrinum, þú veist svona þú ert bara, er þetta skrítið, er þetta geð flott og hann líka stofnaði Vetements Vetements, hann gerði það með bróður sínum þannig að hann er greinilega svona og hann er alltaf svolítið svona rár þú veist, hann er ekki beint í ykkur svona pífum og púffi, hann er meira svona oversized hættupeysum og hann er svona og munið ekki eftir ég mér minnist þetta er Kim Kardashian hann mætti bara í svona límbandsrúlu gulu teipu, hún bara teipuð frá toppi til táar, þú veist, það er hann var það hann, já. Og þú veist, þú sérð alveg núna, þú sást hvernig Demi Moore mætti á þetta sjó, það er líka hann, þessi stóru gleru, þetta var alveg mjög mikið Balenciaga væpa á Gucci, sko. Og þetta leður outfit sem hún var í, en ef, þú veist, hvað, hún var 5 kíló? Hún 63 ára, já, en af hverju hún, 3 kíló. En vá hvað hún er orðin grönn. Sko, ég verða að veikina, fannst hún ógeðslega kúl, bara búin að klippa sér hári hingað, en þetta er hann skilur, og með svona fyrir þá sem er að hlusta, þá er þetta frekar stutt rétt fyrir neðan eyru, svona bob eitthvað, og hún er búin að herna trademarku búið róslega lengi þetta síða hár en hún er náttúrulega geggju gælla sko, hún hélt á hundinu sínum en hún var rosalega mjó og mér aðst svolítið skeri hvernig hún labbaði, annarkvæmt var hann látum verið í of háum hælum en
á mynd og bara geggjur gælla og náttúrulega ekki með eina línu í framan eða neitt, það náttúrulega bara að fixa allt einhvern veginn, en hún labbaði samt smá eins og gömul kona, sástu, eða svona, það passaði ekki alls saman, eða þá hún var í óþægilegum skó með eitthvað. Já, ég er búin að segja meira myndum, sko. Já, þeir eru flottar ennilega. Já, hún er algjör töffari, sko. En svo er hann búin að fá rosalega misjafna dóma fyrir þessa sýningu, af því að rosa stór partur af hann bara svolítið partí og bara svona efnislitlir kjólar, það er allar að fara svolítið baka til 90 eins og við ætlum að tala eftir og þú svona kannski ekkert mjög Gucci-legt eða svona hátísku húsalegt, skilur við? Ég hugsa bara svona bara klassískt Gucci, þú veist, auðvitað er það bara kemur inn og út úr tísku eins og allt annað, bara manns bara þegar að Gucci var bara aðalmáli, en þegar ég bara svona Gucci bara í mínum huga þegar Tom Ford var henni Gucci. Já, en það var bara Gucci bara, það var svo geðveikt flott. Já, en hann tók ógeðslega mikið písum úr því og bara svona smá endurgerða það. Og það sömur voru bara elskita, en það er ógeðslega margir bara svona, herðu, við erum sjá þetta allt áður. Er ekki eitthvað nýtt hérna, æskilur, þú veist, þannig að þeim fannst svona mjög skipta skoðanir, en það sem maður má eiga, það eru allir að tala um þetta sjó. Já, það eru allir að tala um þetta. Þannig að, þú veist, mér er bara einmitt geggja að fá Kate Moss og bara... Einhverju svo er ekki nóg að fá bara eitthvað stórstjörnir til að labba catwalki eða þú ert ekki að gera henni ný fötu, bara sína fötunast Tom Ford. Ég er búin að lesa eitthvað svona alls konar svona, en þú veist, já. En ég minna það, einhvern veginn, allavega er fast í mínu minni, bara Gucci er bara þegar Tom Ford það var bara svona bara hápunktur Gucci. Þannig ef hann er eitthvað að sníka í það, þá finnst mér það ekki slæmt, sko. Nei. Þannig að, já, það var svona, mér finnst þetta svona stæðst, en annars er líka Versace með nýjan, hönnuð og líka Fendi. Já. Er eitthvað kona sem tók við þar sem heitir Maria Grazia, ég veit ekki alveg hver hún er. Nei. En hún sýnir fyrstu línu sinni í haust. Ok. Dior Men's var líka með nýjan hönnuð, þannig að það er svona óvenja mörg skipta á svona stórum tískuhúsum sem er bara svona áhugavert. Ok, það er bara gaman að því. Og það eru allir að fara frá svona þessu logo dæmi og það er að fara í svolítið svona ég veit ekki, svona meira basic. Já, en það held ég að sé bara því að þú veist, auðvitað eru búin að ræða Y2K tískuna og allt það, en manni finnst svona, ég held að öðruglega næsta sem að tekur við bara og kannski líka með tilkomu þáttana Love Story sem við ætlum líka að tala um á eftir að þá einhvern veginn er bara, maður leysi ekki manna og það er svona, upplifun er bara dálítið að það verði eitthvað svona rosalegt 90s revival svona minimalist og eins og þú varst að segja fara meiri basic og svona effortless, þú veist, klæðna bara, en samt bara það er bara svo flott ef það er gert rétt. Ef það er gert rétt, já. Samt svo stutt sem það var síðast, minnstu við fara svo ógeðslega hratt á hringi og kannski ástæðan fyrir allir hönnur er alltaf að draga fram eitthvað eldra, þetta er orðið svo hratt að það er kannski bara er ekki, þú veist. Nei, einmitt. En segðu mér eitt Maja, hvernig gengum með skincare routine, ertu hætt að þú þér? Hætt að þú mér? Já. Nei, aftur minnar að ég hef bara gengið svolítið vel fyrst. Já, ég er spyrjað. Nei, ég veist að ég er bara búin að taka þetta hörðum, föstum tökum með, náttúrulega eftir ég fekk alla vörurnar frá Blue Lagoon skincare, að þá er ég bara einhvern veginn, mér finnst ég vera að degra geðvitt við mig. Og ertu alveg að gera þetta hverju veldi? Já. Dugleg. Og líka mótana. Stoltar. Nei. Fæ velun. Vá, fær velun. Þú færð handabörnstjúk. Já, hann reyndar ekki. Nei, það ekki? Nei. Ok, það er velun. En það var hann núna. Já, ég segi bara og hef alveg talað. Ok, hvað ertu að nota? Sko, ég nota serumið og kvöldsamotna og augserumið og svo er ég að nota þetta skipti sem það er kremin. Það heitir The Cream sem er bara, við bæði í svona svörtum umbúðum. Já. Og svo er annað The Cream Light sem er svona held ég meira til að nota daginn, það er svona léttara og aðeins vaskendara og það er svona meira ég, en svona þegar ég ætla að vera eitthvað svona ekstra góð við mig þá setjum ég hitt á, það er svona þykkara og maður finnur alveg að það er svona það er bara gott áður með fyrir að sofa. Kringum augunni ekki líka? Alltaf. Ertu kremi eða serumi? Bæði. Ok, svo það er bæði? Já, en má það ekki? Ég er impressed. Já, en er það ekki alveg? Jú. Acceptable. Býtu, og séu sem við varum svolítið vendilega. Já. Vá, ok. No days off. No days off. Ok.
Djúvillar stolt af þér. Þú veist, getur kannski að gerst einu sinni Er tvisvar. það? Já. Þú bara að segja það. Já, þú veist, þegar ég hugst tilbaka mögulega eitt að þú skipt, en ég samt, fyrir mér, þetta bara búið að vera mjög konsistent. Ok, geðveikt, djúvillar ég ána með þeim. Yes. Herðu. En já, áhrif sem mótuðu tískuna í þessu þætti, ætlum við að tala og það bara í beinu framaldi. Okkar konu. Já, það 90s. Það bara 90s og það bara poster child 90s, bara Kate Moss. Við höfum nefnilega oft talað ætla bara að taka hana fyrir, en kannski bara svona í framaldi af þáttunum sem við erum obsessed. Og vákaða fyndi þegar við vorum að tala saman í síman eitthvað kvöldi. Og ég alveg Andra að þú verður að horfa og þú alveg ekki segja love story. Nei, ég var svo spælt út. Ég heiti Guðrún og vinkonum mínu til Kaupmannahöfn og hún var bara að segja mér frá þessum þáttum. Og ég var svo ógeðslega montin að ég var að fara að koma heim til Íslands og segja mér frá okkur. Í þessum þætti, hjá okkur, í Stílbrot, að þú ættir að horfa á þætti sem ég var búin að finna undan þér og þegar þú sagðir þetta, ég bara, Marja, nei. En þetta, þessi þætti love story, oh my god. Til að segja ykkur hans hvað það eru. Allt sem við erum búin að tala hinga til, Heated, Rivalry og bla bla bla, þetta þið viljið horfa þess að þetta, trúið mér. Þetta þættir sem eru sýndir á Disney og ég held þetta sé líka Hulu en svona kannski fleiri með Disney að þetta byggt á sannsögulegum atburðum JFK Jr. sem var sonur John F. Kennedy, forseta Bandaríkjanna sem var skotinn til bana og ástarsöguna, love story við kringum hann og Caroline Bessette sem að þau voru á 9. áratunum in the 90s, þá voru þau að hittast og hann var rosalega svona playboy, ótrúlega myndalegur dálítið svona týndur í lífinu eða svona, þú veist, var lögfræðingur og vildi svo stofna eitthvað blað og þú veist áttinga konu og mammans Jackie Onassis var náttúrulega rosa mikið að pressa á hana settle down og eitthvað svona og þessi saga ástarsaga þeirra og þetta bara svo skemmtilegt tímabil þess vegna elskar maður að horfa á þetta bæði eru þau náttúrulega bara ótrúlega sæð hún var svo mikið fashion icon svakalegt, ég átta mig á því ekki heldur en veistu hvað, ég búin að lesa og ég að hún sé smá svona the muse fyrir Carrie Bradshaw í Sex and the City. Ég alveg að kaupa að því hún var alveg giving svona Carrie Bradshaw og svona hára hennar svona ásinninu vibe, þú veist. Já, það er aldrei svona vilt. Já, mér finnst það ógeðslega flott. Já, en það bara, þú veist, allt í þessari, þetta tímabil, hún að vinna hjá Calvin Klein sem var rosalega, það náttúrulega líka bara annað merki sem að bara mjög mikið tengt við 90s. Hann svo flott kastaður. Ótrúlega flott, mér finnst, já, öll svona nema mamman. Nema Jackie Onassis, já, smá spælt, hvað heitur hún aftur? Naomi Watts. Ég var bara, hún alltaf ung fyrir þetta hlutverk. Já, sem hún í raun og veru samt ekkert þannig. Nei, því hún 57 ára og Jackie Onassis var 67 þegar hún dó, nei, 63. Já. Þannig hún bara, en mér fannst hún, að því mér finnst Naomi Watts svo sæt, mér fannst hún vera gerð svo gömul. Einmitt. Já, það var svona kannski eina, annars finnst mér svona leikaravalið ótrúlega flott en það er svona eina sem maður kannski setti spurningu við en bara allt í kringum þetta tímabil 90s, þetta bara og bara hún var að vinna á Calvin Klein og þau þú veist, og það kemur alveg fram í þáttunni þegar að þau eða hún var með í teimi sem að fengu Kate Moss til að vera í iconic Calvin Klein auglýsingunum með Mark Wahlberg og og það var í kringu 92 eitthvað svoleiðis og þá hún 18 ára gömul þannig að hún svona var sett eftir þessum myndum já, hún var sett svona á kortið hún var alltaf uppgötu eða sko Calvin Klein var búin að setja hann til hliðar var ekkert að spá að velja hana nei, hún fór í hrúuna sem var búið að cancela og tók hana upp já, og auðvitað var hún alveg búin að vinna einhver verkefni hún var ekkert orðin eitthvað svona heimsfræg hún var 14 ára þegar hún var spottuð og hún frá Croydon í UK og hún sko að því að þú veist, supermodel þú veist, og það alltaf talað the big six, þú veist, það Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Claudia Schiffer, Linda Evangelista og Kate Moss, en það allar hinnar sem ég taldi upp, það eitthvað svona tímabil sem undan 90s, það kallað Amazon, þú veist, the 80s, svona Amazon, því að hún svona hún var svona fyrsta svona rosalega granna svona heroin chic hver?
Kate Moss Já, ok. og þannig að það er svona undan henni Cindy Crawford og það er svona, ég veit ekki akkur að kalla svona eins og Amazon vöxtur, ég veit ekki akkur að því ég var eitthvað að skoða þetta í dag að að þannig að hún kemur inn og hún er náttúrulega bara rosalega mjó, hún er aðeins minn en þær og er með þetta svona grunge, heroin chic look sem að var líka alveg umdeilt á sínum tíma því að og mér finnst það ennþá ætti að vera það. Já, af því að hún náttúrulega var alveg rosalega mjó en hún bara, þetta var eitthvað fest, þetta var eitthvað nýtt og þess vegna varð hún bara Og þetta er svolítið að koma eftir sem er kannski ekki gott. Nei. En hún er bara eitthvað svo, ég veit það ekki, hún er eitthvað svo iconic náttúrulega, þetta er bara þegar hún labbaði þarna fyrir Gucci, ég var bara, þetta var þetta gott hjá hann að fá hana, en held að sé, hún er ekkert ofta að gera þetta. Nei. Þú sér Naomi miklu ofta að labba eitthvað catwalk heldur en Kate Moss, maður er ekkert séð hana lengi. Nei. Maður er samt bara að sjá myndir af henni í alls konar ástandi og Já, hún er kannski eitthvað rugli. Já, ég held það. En ég minna, þú veist, hún bara ólst upp á þessu tíma, ég minna það er bara ég veit ekki, ég eftir ruglega Eina sem er skrítið, kannski leitt að segja frá því þú næst í fullkomin að þú veist, ég sá okkur að klippi með hún að tala hún svo röddin henni komið svo óvart Já, fannst hún ekki einhvern veginn passa við Nei, Nei. hún var svolítið svona ráma bara eitthvað svona, ég veit ekki svona Kannski hún reykjum ekki möla Já, sannlega, getur verið En sko, já, þannig að hún er bara svona, þú veist, post-it child bara þess tímbils og og með þessa þætti, það er nefnilega Það verðið að horfa á þessa þætti þeir eru, nei, ég bara þóla ekki að ég getur að býða eitthvað Nei, núna er bara, þetta verða 9 þættir, það eru 5 komnir út og mögulega 6 þegar þessi þáttu kemur Ég myndi kannski bara ekki byrja að horfa fyrir að allir komnir út því að þetta er bara smá Ég stundum elska að hafa eitthvað svona gulrót Þú veist, Línuleg dagskrá. maður er náttúrulega með strax veikina stundum hefur maður bara gott að býða hans og hafa eitthvað að hlakka til og en ég reyndar ekki að tjekka hvað þeir fá á IMDb ég held þeir fá 7,9 Sko, ef þið fá ekki eitthvað meira en þetta hítið dót þá verið svikin. Þetta hítið dót? Þetta er náttúrulega bara eitthvað allt annað dæmi. Já, þetta er alltaf eitthvað svona sem lætur eitthvað svona líka hitt. Ok. En við erum alltaf búin að fara yfir þetta því að hjarta þetta er made of ice. Nei, alls ekki. Jú. Mér veist það. En allavega þá líka í þessu þáttum, þú veist, þá er verið að klæða Annette Bening og Warren Beatty fyrir ykkur frumsýningu. Þetta er bara svona, að því við erum á þeim aldrei, maður man eftir þessu. Ég man ekki af þeim. Að það ekki? Nei, hver er það? Hver er það? Já. Veistu ekki hver Annette Bening er? Nei. Leikona? Nei. En Warren Beatty? Vitið þið þetta? Hjálp, segðu mér. Nei. Það kemur mynd, við sjáum mynd. Við sjáum mynd, en ég veit ekki alveg fyrir hvað mynd nákvæmlega þetta var eitthvað svona mafíumynd. Ég er glæð að fatta að ég sé þær, en ég er ekki namninu. Ég ætla hann að sá bara strax, hún var hérna í showroominu þegar að hún let hann að fara í oversized jakkan. Jú, hún? Já, okay. Já, ég vissi bara ekki hvert átt að vera. Nei, en það er Annette Bening. Allan að, ég kannski horfa eins meira á myndir og þætt en þú, þannig að ég bara, já. Var ekki lengi að spotta þetta en þannig að þú veist svona 90s fashion svona í hnótskurt, þú veist það er bara það sem að maður hugsaður um það auðvitað var grunge og alls konar líka Dr. Martens skór og svona en það sem við erum kannski meira að tala um er þessi minimalíska tíska. Það eru að tala um þú veist bara beinar gallabuxur, hvítar krispiskýrtur bara hvítur t-shirt, oversized blazer svört kápa, ballerínu skór og bara kannski svona spöng svona klassisk sniðnir kjólar slip dresses slip dresses yes. og hún var líka í svona leopard kápu en svona allavega svona tískan sem að hún er núna flott sólgleru alltaf með geggju sólgleru og við munum setja myndirinn en núna bara því að þú veist, ég held að fólk hafi ekkert endilega átt að sjá því það hún var mikið style icon og hún var alls ekki hrifin af fjölmiðlum, hún bara þoldi ekki paparazzi og hún átti ógeðslega erfitt með það en það held ég bara til ein klippa af henni tala á vídeói, það er til billjón myndir af henni og billjón vídeó eins og þegar þau eru að rífast hann í almenningsgarðinum og eitthvað svona en ég allan að lasa eitthvað stæða bara til ein af því að hún bara veitti aldrei viðtöl og hún einhvern veginn var alveg svona frekar hátt sett hjá Calvin Klein en var samt svona vildi ekkit vera eitthvað sviðslausna? Nei, alls ekki þannig að það bara fyrst mér einhvern veginn passa við þetta minimalíska
við hana einhvern veginn að það ég veit það ekki, hún hafi svona dálítið líka hún var dálítið svona stelpan sem leikur hana og bara ég alveg obsessed með þessu, mér finnst þetta, En önnur svona íkon fyrir önnur en Kate Moss fyrir þetta tímabil til dæmis Gwyneth Paltrow hún var, þú veist hver það er? Ég veit hver það er, en ég ekki svona spennt yfir því. Nei, en ég er bara samt að segja, þú veist að hún náttúrulega var líka svona up and coming á þessu tíma og alveg með svona þetta svipaða clean girl vibe. Þú veist eins og þegar hún og Brad Pitt voru að byrja saman svona. Þú veist þegar þú hugsaði tilbaka alla myndirnar af henni og Jennifer Aniston, það er náttúrulega bara út af Friends að fólk vildi fara að fá hérna The Rachel Cut. Ok, skil það. Já. Naomi Campbell, hún var náttúrulega bara svona fierce diva sem var líka bara svona og svo Princess Di. Nei, ég náttúrulega elska. Við þurfum bara að gera eitthvað, maður sér þátt um hana. Hún þarf sér þátt. Hún þarf sér þátt. Og það var hérna 94, þá kom hún hérna í The Revenge Dress. Hvernig leit hann aftur út? Hann var svona bara, ég muni hann að vera svona svartur og hann var svona dálítið kannski meira revealing heldur en hún var vön að vera í. Það var hún nýskilin og náttúrulega allt erfitt í kringu það og það, þú veist, þetta er bara mjög bara frækt, The Revenge Dress og þetta var 94 og hérna og bara svona iconic dæmi. Þannig að hún er alveg líka mikið í hérna, svona oft tala um hana þegar við erum að tala um þetta 90s hérna tímabil. Og svo merki eins og Prada, Calvin Klein náttúrulega, Versace og svo eins og við vorum að tala um á hann, Tom Ford fyrir Gucci. Þetta var bara líka eins og Prada er alveg svona freka minimalist líka merki. Og hérna áhugavert. Ég held við sem bara lóðbeint úr Bohemian þangað. Já, ég hvernig sko, eins og það tekur smá tíma. Já, auðvitað tekur það tíma og hérna alls konar flott í gangi núna en einhvern veginn það er alltaf að tala um að þú veist að þetta fari í hringi og það bara koma nýjar útgáfur á þessum tímabilum bara aftur og aftur og eins og segja líka réttlega áðan, það líður oft bara miklu steiktur á milli en hérna en ég veit það ekki, það er eitthvað svona sem kveikir í manni við þess að þætti. Ég veit það. Og ég er bara búin að vera bara, þú veist, með átt að spangir, þú veist. Vákvæmt skrítið. Já, hárspangir og ég bara dróð fram einhverja svarta svona síða bara plain kápu sem ég átti. Já, nei, ég er sammálaður. Ég bara, já, mér langar svona beinar gallabuxur, mér langar, ég bara. Já, og Calvin Klein, þú veist, einmitt. Já, gömlu, manstu með rassvarsar saumunum hana. Já. Mér langar þær bara núna. Já, en núna eru bara til mjög flottar beinar, þú veist, þeir hafa ekkert einhvern veginn afvegaleiðis. En er ennþá stitsi á rassvarsunum? Það er alveg einhverju típu þannig. Og hérna held ég mitt líf núna. Og þeir hafa alltaf verið bara hérna, hvað segir, þú veist, ég hef áður spurt bara consistent, hvað er, þú veist, þeir eru alltaf með bara sína clean, bara clean cut gallabuxur og auðvitað koma þegar þeir eru tísku bootcut, þá gera það bootcut. Þegar þeir eru tísku niðurmjótt, þeir eru alltaf með niðurmjótt. Til að vera í boots yfir. Það er bara eitthvað sem þeir eru alltaf með og svo hafa það byrjað að vera með víðabuxur en alltaf þessar klassísku, beinu, mid-rise. En sko ég er til í þetta. Þetta er sko, já, mid-rise og beinar. Þetta er ekki þú veist gullrótar. Þetta er bara beinar. Ég fíla þetta. Þetta komið í 17 keftir. Já. Eða þú veist, ef þið langar í bara original Calvin Klein buxur. Já, mér langar í þannig. Og hérna, og svo ég held að langi öllum með það eftir þess að þætti. Já, nei, alveg, sko. Við bara, please, horfið á þess að þætti. En auðvitað er þetta ótrúlega skemmtilegt tímabil. Það er hérna, það er líka oft talað um að þetta sé bara tími í supermódelina. Þetta var svona, þegar þessar Big Six, þetta eru svona fyrstu módelin sem urðu svona celebrities og bara urðu svona fræg, að fatti, bara eins og kvikmyndarleikari. Og hérna, og svo líka boybands. Það er svona tímabil, þú veist, fljótlega eftir þessu, þannig að það er að koma, hérna, þú veist, það er Backstreet Boys, svo er Spice Girls, svo var Britney Spears stóra á þessum tíma, í the 90s, hún kom held út 98 eða 99, bara kannski alveg lók. Já, hún hefur náttúrulega... En þú veist, ég á smá erfitt með að greina frá því að þú veist eins og í Love Story, þessir t-shirtar og svo í þær í bara svona baby t-shirts, svona bara magaból eitthvað, það er svolítið langt á það milli. Já, en þetta er náttúrulega bara þessi þættir gerast þarna á tímabilinu 90... Til 96. Er ekki 94? Jú. 93, 4? Nei, til 99. Þau giftu sér 96. Já, þannig að þeir hljóta enda þarna þegar þeirra ástarsaga endar. Já, að mjög
dramatískan hátt. Það eina sem ég sleðilegt við þættina að ég veit hvernig það enda. Já, einmitt. En það náttúrulega bara mjög mikið breytingan á milli, en þetta bara, já, þannig kringu þetta tímabil og svo bara fljótlega kringu 2000 að þá bara einhvern veginn verður allt meira glimmer og, eða þegar ég segi glimmer, þú veist, meira bling og þannig. Algjörlega. Já, þannig að bara niðurstaðan náttúrulega bara Kate Moss, hún eitt áhrifamesta módel allra tíma, hún náttúrulega bara ennþá bara góðsögn. Og já, Amazon Supermodel skrifaði niður eins og Cindy Crawford var. Ég hef aldrei heyrt það. Nei, ekki heldur. Þurfum kannski bara að googla hvað það var, en ég skrifaði þetta samt hjá mér af því að hún þetta heroin chic sem ég búin að segja áður, þannig að hún var svona andlit þessara nýrra bylgju og svona grannvaxin, föl húð, náttúrulegt útlit, kannski svona no make-up look, þú veist, einhvern veginn koma til dyrna eins og klæddur. En það svolítið sem ég fíla við þessa 90s tísku líka og semst, svo ég vitna aftur í þessa þætti, Love Story, þá, þú veist, það allt svo natural. Þú veist, það ekki þessi þykku gerfuaugnahár og contouring, það bara svona allt svo náttúrulega fallegt og svona minimalist. Það allt svo clean. Já, ég fíla það. Já, þetta clean girl einhvern veginn og svona allt effortless. Þú ert kannski samt búin að spá í ykkur en það lítur út fyrir eins og þú sért bara hendir í þetta og tókst í það í þættunum þegar hún að sofa hjá hvað heitir hann? John F. Kennedy Jr. Heitir hann ekki að saman? JFK Jr. Já. Og hún að drífa sér vinnuna alltaf sein og hún segir, má ég fá skyrtuna hérna? Tekur svona skyrtun hans og overlappar hann eitthvað svona, treður hann onni í buxunar og mætir svo bara í vinnuna og bara eitthvað ógeðslega sætt samt. Já. Það var svo ógeðslega cool og hann Calvin Klein eitthvað, betur maður sjá aðeins, í hver ertu? Þú veist, alveg eitthvað skoða skyrtuna. Hún hrefti henni svona, eitthvað skakkt eitthvað, með svona stórar armar og eitthvað, þú veist, mér finnst þetta bara, ógeðslega simpul, en ógeðslega flott. Já, einmitt. Stundum simpul, bara beautiful. Já. Less is less, segja sumir, aðri segja more is more. Já, þannig að, já, Caroline Bessette, hún bara icon og bara... Og sko, ég var ekki búin að fatta fyrir þú veist að segja þetta, að þú veist, ég alveg bara með hann á Pinterest og svona, ég vissi bara ekki hver hún var fyrir þess að þetta kom út. En hún bara búin að vera, þú veist, myndir af henni bara í mörg ár, skiluru, út af svona, hún svona svolítið style icon, þó ég bara ekki neinn. Nei, en það örugglega líka ástæðan fyrir því, ég meina, að því að hún var ekkert að tróða sér svona mikið í sviðsljósið og að fólk einmitt kannski bara ekkert endilega að vita hvað hún var, sko, en bara auðvitað sé fullt af myndum af henni, því að hún bara... Þú sagði mér sérst, jú, þú veist alveg hver þetta þú sér mynda henni, en ég var ekki að kveikja, skilju. Nei, einmitt. En ég ætla að spyrja þig, hver svona uppáhalds hönnurinn þinn? Hönnur? Já, bara allra tíma. Er ég putting you on the spot? Mér veist, sko, mér langa allt í henni að segja bara Tom Ford. Nei, veist, bara elska all glerun hans, sérstaklega sólglerun, shape-in, mér stann allt svona, veit það ekki, elska hvernig hann gerir jakkaföt á kallmenn. Og konur. Já, og konur og hann sko... En svo alla draktirna frá Gucci þegar hann var að hanna. Já, oh my God. Og hann alltaf með þetta, skilur, hann með svolítið þennan stíl sem við erum að tala og mér finnst líka hann gerir svona hluti sem ég gerir sjálf út í þólikan eitt svona þröngt í hálsinn, hann hefur aldrei eftir tölunni, hefur ekki séð hann, alltaf með aðeins laust, ef hann með slaufur allt svona aðeins laust og þú veist, oft með hneft frá hér á skyrtinu sinni líka, hann svona ógeðslega fínn, en samt einhvern veginn svona eitthvað smá lús, eitthvað, ég veit ekki og ég elska gleraugun hans þú veist, fórst í optikal öllu síðan að, þú veist, Tom Ford ég með það inn í töskunni þú veist, shape-ið, skilur þetta hérna aviator smá svona þannig í dag ætla ég að segja hann en þinn sko, já, mér finnst hann alltaf geggjaður en bara svona my all time favorite Alexander McQueen ég bara elska Rip þannig að já, hvað er það þá, hauskúpuklútar? Já, ég hef átt hann í klút og þú veist, mér finnst bara ég með því ég bjóð í London var ég mjög oft með hann og ég bara mér finnst bara eitthvað hönnun hans alltaf eitthvað ógeðslaflott þannig að það er eitthvað svona all time favorite algjörlega en hefur eitthvað við að bæta við þetta 90s dæmi? Nei en auðvitað líka þess að við töppuðum inn á í var það síðast þetta?
hip-hop þættinum, já. Auðvitað margt líka þar sem að á við. Þú veist það því að þau vorum að tala um Run DMC og allt þetta. Hvaða ár var það? Það var á 9. áratunum. Líka. En það er náttúrulega bara önnur sena. Þú veist, hip-hop senan varð svona, þú veist, í kringum það tímabil, en við erum svona einblína meira á. En svo óksla margir sem að segja líka að þú veist, við erum búin að gera svo margt og gerum svo óksla margt hratt að það er allir einhvern veginn að leita tilbaka, allir hönnir, eða ekki allir, margir, skilur, út af því að þú veist, þeir eru að fara í, þú veist, endurgera hluti og eitthvað svona og það er kannski bara út af því að þú veist, við erum komin bara eitthvað smá þrótt, skilur. Já, það er ekki það er búið að tappa á öllu. Já. En það er líka sem við vorum að tala um þetta nostalgía. Að það er, þú veist, nýtt en nostalgía þegar að eitthvað svona eldra sem var eitthvað með tísku er sett í nýjan búning. Það er eitthvað eina leiðin til að, ég veit ekki, það er eitthvað við erum búin að vera til svo lengi, ég veit það. Já. En það er oft gaman að sjá eitthvað svona trend í nýjum búningum og en ég er allan ótrúlega spennt fyrir þessu nýja 90s clean girl dæmi. Já, ég veit að hvernig heldur að koma í búðir næsta ári? Ég held að bara, þú veist, auðvitað er alltaf... Það er svo auðvitað að kreita þetta lúk. Já, ég held að við eigum öll eitthvað í, bara þú ert örugglega eitthvað í búðinni að þér og við eigum fullt í okkar búðum og þú ert eitthvað í fatskapni þínum og að því þetta er allt svo klassískt. Já, maður á alla blazerinn allavega. Já. Það er ná sér eina krispí hvita skyrtu, maður á hann ekki, og með svolítið svona síðumörmum. Calvin Klein, gallabuxur, klálega. Og já, þannig að, og svo bara átt okkur blazer og, en ég held bara að, ég vil allan að, bara bæði sem að lesi og svona, ég bara spái því að þetta svona verði eitthvað þing núna. Að koma þessar þáttar. Og mér er slíka svo gaman að því að ég sá þetta eitthvað, ég man ekki hvort ég sé þetta á TikTok eða bara, þú veist, ég veit ekki okkur ég vissi þetta undan fyrir með þættina, það er ekki eins og ég sé bara að googla what is good new. Nei, þú ert náttúrulega, ég vissi þetta undan þér, skilur, bara var ekki búin að já, við bara hafa það alveg hrein, alltaf þú bara býða, þá myndi já, ég ætla að segja þetta. Helst í alvörinu á þessum tíma að ég myndi ekki vera búin að spotta þess að þætti. Ég ætla að segja þetta hér. Ég ætla að segja þetta hér. Og það eru 5 þætti komnir út og ætlaði þú bara að surpræsa mig með þessu núna. Þú varst aldrei búin að segja þetta þetta var bara síðustu helgi. Þekkir mig ekki neitt. Greinilega ekki. Ég skil ekki og hefur ekki bara... En ég var líka þú sagði að bara, damn it. Þetta segi ég fyrir þetta bara strax. Af því að fyrir mér er þetta mikilvægar upplýsingar. Skilur. En þetta eru æðislega þættir. Ég bara trú ekki þeirra að býða, gott ég er að vera skeiðaferð. Já, einmitt, þú verður occupied. Líður rætt. Já. En heyrðu, ok, hérna, já, við erum búin að fara hérna upp á Svenniði, en sko, við erum eitthvað slúður hérna, ég bara minnst eitthvað volítið í gangi, en eigum við eitthvað að ræða nýja andlitið á Jim Carrey? Nýja andlitið? Þetta er náttúrulega rosalega skrítið. En veistu hvað, ég var bara... Þú veist, það getur ekki verið að hann sé búin að klóna sig og Selena Gomez sé búin að klóna sig. Það bara getur ekki verið. Nei. Er ekki bara einhver snillingur úti í heimi bara með eitthvað AI og bara fokki okkur. Og bara, þú veist, það sem ég finnst vera að gerast á samfélagsmiðlum, það er bara, láta mig ekki trúa á neitt, það er allt bara plata eitthvað skrítið. Já, en varst þú búin að líka sjá að þetta sé klón af Jim Carrey? Já, ég menn eitthvað augun í hennum sem ljósar, ég bara, ekki eitthvað lýsingin. En sástu TikTokið sem ég sendi þér? Ég get þetta ekki. Nei, en sástu hvað hann var búin að breytast? Já, en ekki bara búin að fara í Botox eða eitthvað? Jú, en sko, vá, af því að hann sko, það sem ég heyrði, af því ég er alltaf með svo crazy slúður, ég heyrði og ég ætla bara að segja enn og aftur. Það er ekki hjálp. Ég þarf ekki hjálp og ég trúi þess ekki neitt, sko. Nei. En mér finnst bara svo gali allar þessar samsæriskenningar. Að hans er, þú veist, samkvæmt clickbait. Já. Þá er hann retired, þess Jim Carrey. Hann er bara retired, leikari. Hann er bara að klóna sig til að hann getur verið á Hawaii. Nei, bara að hann sé retired og hann sagði ef að ég mun einhver tíman koma aftur fram, þá er það ekki ég. Og það eru netverjar núna að velta fyrir sér. Hvort þetta sé klón af honum. Eða what the hell it is. Heldur bara í alvöruna að það sé bara hægt í USA, bara hægt að mæta okkur að klíning og bara góðan daginn, ég ætla að fætst ekki mæju,
ég meina og bara borga og þú fara bara næstu viku. Nei, ég meina bara pantar hana. ég veit það ekki. Ég líka, og ég segi þetta enn og eftir, ég ekki kaupið það, en mér finnst en þetta klóna hunda, það nú einhverju hérna sem hafa gert það, að ekki? Jú, ég meina Sámur Sámur, einmitt. Nei, sko, ég bara samt að segja, þú veist, bara burtsér frá allir þessi kjaftaði með klónu og ekki neitt, en bara hann bara en okay, það er samt rosalegt hvað maðurinn er breyttur, sko. Setur mynd fyrir og eftir. Þetta er galið dæmi, sko. Og svo erum við líka, ætla ég að vera aðeins seinna bátinn, ertu búin að af því að þetta er búin að vera all over og þegar þessi þáttu kemur út þá er þetta sko last year's news en ertu búin að vera að fylgjast með apanum í dýragarðinum? Ég ekki svona investið í honum eins og þú, hann sem að með IKEA-bonsan. Ég held að hann heiti Punch. Hann var bara rejected af öllum. Lili búb. Og var allir óksla vondi við hann og bara hann var heldur munaðlaus eða munaðlaus eða mammans afneitaði hann. Okay. Og hann bara, þú veist, það er bara vídeo. Hann er bara frægur og Diego. Já, ég veit það. Hver er Diego? Kötturinn hann í skeifinni. Já. Spottaði kött eða eitthvað. Já. En hann er miklu frægur en Diego. Okay. En já, annarkvort er hann munaðlaus eða mammas hafnaði honum, en allavega bara allir aparnir í dýragarðinum höfnaði honum. Það er bara til vídeo bara að vera að beita hann ofbeldi. Ég veit það ekki. Hann er algjört krútt. Og það er bara vídeo af honum bara vera, þú veist, það er bara verið að lemja hann og hann er að reyna að knúsa eitthvað og hann er bara, þú veist, það er literally verið bara að kasta honum, bara eins og notaði tusku. Nei, greið. Já, og svo fekk hann einhvern IKEA-bánsa sem hann bara heldur að sé mammans og bara vídeón og myndirnar af sem apa verið að knúsa hann rauða IKEA-bánsa. Þetta er að sólt átu IKEA. IKEA notaði þetta sem markas. Eðla. Já, hann ég veit ekki alveg hvernig en ég heyrði eitthvað í útvarpinu auðvitað, eðlilega en sko mér hefði bara fyndist þá allar ágóðun af þessum blessuðu apaböngsum ef að þeir ætla að vera að nýta sér eitthvað svona það fari að kenna hinum uppunum að leggja ekki einhelti eða bara renna til Punch eða hvað sem hann heitir og hvað að gera banna bara færa hann í einhvern annan dýragarð bara gera líf hans betra en mér skilst núna það sé einhver api búin að ætla hann og sé góðu við hann. Þannig að allt er gott sem enda vel. Ég mun halda áfram að fylgjast með Punch-vinum mínum. En sko ég er búin að fella ekki 1 og ekki 2 og ekki 100 tár yfir Punch. Okay. Ég er miklu mýgrein í lítið út fyrir að vera. Þú ert bara að hörða yfirborðinu. Ég er hörða yfirborðinu en mjúka eina. Oh my God. En ég er búin að grenja yfir sem bánsa sko. Nei, apa. Og bánsanum hans. En vitið þið hvað Punch er? Já. Þetta er náttúrulega bara, en allavega, ég veit að þetta er búið að vera all over, en ég bara varð að tala um þetta. Ertu komin í páskastöðu? Já. Sjöti gull. Herru, við erum náttúrulega eftir líka að taka það fyrir. Ekki það, ég er ekki komin í páskastöðu, þetta er bara ný skyrta sem maður langaði verið í. Okay. En þú veist, við þurfum líka að ræða af hverju gult á páskunum, af hverju vill maður fyrir rutt á jólunum og allt þetta. Við ættum að taka það fyrir rektumann, það ekki? Spurtjátt. Já. En þú veist, já. En þú komin í páskastöðu, ég segi að þú komst með páskaegg. Ég kom með páskaegg, já. Númer 5? Já, númer 5, það er smá skellur. Já, bástu númer 6 en fegst númer 5. Já, ég er með svona nostalgíu með númer 6 bara þegar ég var lítil að bara dreymdum fá páskaegg númer 6 og ég var alltaf að fá okkur 3 og 4 bara með þetta 6 sá bara í hillingum í búðinni svo fór ég eins og bingo í Digranaskóla og ég vann legg ekki meira á þig ég vann í bingoinu, ég vinn ekki oft í svona dóti, nei ég vann í bingoinu páskaegg númer 6 litla stoltið, ég var bara, ég veit ekki hvað gömul, ég var svo fucking montinn, ég man ég labbaði ókvæslega gegnum salin með páskaeggi mitt og horfða á bróðum fannst þess að gett montinn, ekki honum bita Nei, auðvitað ekki, að mamma og pappi voru bara ívul og gáðu ykkur bara páskaeggi með 4 já, umlegt Nei, herða, heldur hann ekki unni hitt eggið ógeðslega glaður og ég var leið yfir því að hann hafði unni líka og það mjög langaði að svo monta mig Já, ég skilða bara samt ógeðslega vel og ég var leiður, sorry allir Af hverju þetta hann að vinna heim? Ég veit ekki, hann við unnum bæði páskaegg nummer 6 þannig alltaf á páskunum allar götur síðan það er alltaf að vera að spá í páskaeggi þá er ég vil nummer 6 Já, vilt bara nummer 6 Hvort sem að það jafngildir 5 eða 6 Núna er til uppi eitthvað 10 eða eitthvað ég veit ekki eins og hvað mikið
en ég vil 6. Það er mín tala. Já, en þú ert með, þannig að þú vildi bara svona venjulegt páskaegg. Ég bara elska nógu Sirius súkkulaði, það þarf ekki að vera neitt auka í því. Var ekki til appelsínuegg. Nei, herðu, já. Þannig ég tók bara venjulegt. Ég sagði við þau bara, ef að það væri til, að þá myndur þú fá þau það. Já. Og það bara, hver veit. Ég fekk mér saltlakrís og karmelu. Já, það er mjög gott. Já, ég elska saltlakrís. Hvað, mannstu þetta ykkur málsæti sem þú fengir með svona, Nú ertu dálítið að Ég nefnilega mann einum, ég opnaði páskaeggi mitt og ég fekk engin sníður vítt og sítt úr engu. Ég bara, þetta var sem komið fyrir egginu mínu. Já, engin sníður vítt og sítt úr engu. Já, þetta er bara fyrir fatahönnið. Já, greinilega. Þannig að það er engin annar að tengja þetta. Nei, veistu það, ég er ekkert svona sérstætt sem að öruglega eitthvað svona margari knár þótt en síð smár. Já, eitthvað svona. Það er náttúrulega rétt. Við vitum það. Það er náttúrulega ég. Bara já, ég er bara walking sönnun þess. Já. Ef við báða, í raun og veru. En hérna, Atli bróður minn, veist ég nú að tala um hann hérna, sem vann líka páskaeggi, hann Gerpið, hann hérna, bara svo einu svona konur sinni með að giftast sér á páskunum. Já. Og hann ætla að vera ógeðslega sniður, hún er frá Malasíu. Já. Að hann lét setja svona custom-made málsætt inn í. Og hann ætla að segja á malasísku, viltu giftast mér og ég vona allir að sé læsi að segja þetta í hlaðarpun. Ég ringdi þetta, hann er skýðið með Austuríki. Já, ég held að segja ekkert endilega. Ekki, en þannig að, sorry, ég bara tók mig basli. En hann Google Translateaði eitthvað svona og sett henni páskaeggi allsett, gaf henni svo eggið og hún opnaði, veist hvað stóð málsættinu? Nei. Það stóð, þú átt að giftast mér. Það var ekki spurning. Hún opnaði þetta og hún bara, ok, það er bara skipun. Já, ok, lol. Já, lol, já. En það er góð að segja. En þau eru gift. Þau eru gift. Já, hann er gift, já, með eitthvað börn. Já, 3 börn. 3 beautiful. Já. Ok, en samt ógeðslega krúttlegt. Ógeðslega krúttlegt. Bara þú átt að giftast mér. Þannig hugurinn sem skiptir máli. En hún átti náttúrulega að gera það. Hann átti að gera það. Hún gerði það. Og hún gerði það, hún hlýtti. Þú sér ekki eftir því. En herðu, þetta er hann að... Ég tók teisttest í síðasta hætti. Já, en ekki þessu. Nei, það er smá mikið skráf í pókanum og mikið smjart í mikrofónu. Ég ætla að reyna að halda hann aðeins frá. En þetta er í gulu. Já, en þú þarft ekki að taka... En er eitthvað ekki búin að smakka eitt sett samt? Ég hef alveg smakkað þetta. Málið er að þetta hefur verið til áður. Þá hétt þetta 1 sett kúlur. Nú heitir þetta 1 sett bitar. Það er líka til. Það er bara annað. Að það? Já. Veit ég ekkert hvað er að tala um? Nei. Er þetta nýtt þá? Nei. Það er bara til bæði kúlur og bitar. Þú varst aðan bara, við þurfum ekkert að taka teist þetta á það, ég get bara sett þér þetta. Þetta er 10 af 10. Já, þetta er 10 af 10. Þú ert alltaf búin að smakka allt námið frá Nógu Sirius. Já, þetta er bara, það hafa allir smakkað held 1 sett. Já, auðvitað. Þetta er bara lakkrís og súkkulaði, ég held að segja. Já, bara... en ég held einhvern veginn að þetta væri, já. En svo eru til kúlur líka, þær eru svona meira, svona harðar, þú veist ekki svona mjúku lakkrís. Já, kúlur. Já, en það er mjög svipum póka. En það heita ekki 1 sett bitar. Nei, ok. Herru, þráhyggja vikunar. Má segja love story aftur þættinir. Ef þið horfið á þetta. Bara thank me later, eða thank us later. Við erum ekki sponsorar af Hulu eða Disney. Nei, bara þið verða að sjá þetta. Ég er að djóka, sko. Þetta er náttúrulega bara... Við erum með brjálaðan áróður, en þetta er... En sko, þetta er líka bara, þetta er love story. Þetta er fallegt, hugljóft, flott tíska. Hvað er Heated Rivalry annað en það? Sorry, ég bara... Það er samt atvinnu íþróttamenn í íshokkí. Ég tengi ekki alveg mikið við það og konu sem vinnur í tísku er ástfangin að JF Kennedy Jr. Ég tengi eitthvað meira við það fyrir mig, skilur við. Já, ég er bara að skilja það, en ég er bara samt... Ég er ekki, svo veist ekki mikil íþrótta kona. Nei, ég veit það. Það er ekki það sem að... Þetta náttúrulega snýst ekkert íþróttuna, en veist, ég er án 13 ára að samfara það. Já, ok. Já, en alltaf... Kannski er ég á gömul eða eitthvað, ég veit ekki. Já, nei, ég held ekki. Ég heldur bara leðalag, eitthvað gölluð. Það er alveg fínir þættir, en þessir, ég bara svona, ég get ekki beðið eftir næsta svona. Ég er bara eitthvað, þetta er eitthvað höfða meira til mig. Þeir eru það. Já. Og það sem, guð, ég held ég að byrja að segja þetta daginn, áðan. Það sem ég fannst svo geggjað við, Love Story, að því að, við fórum svo að tala hver vissi þetta undan að það. Að ég vissi ekkert. Ég vissi undan, Guðrún sagði mér það. Nei, það sem ég ætlaði að segja var að ég vissi ekkert hvað ég var að fara að horfa á. Þetta kom svo skemmtilega óvart. Þú veist, ég var með enga væntingar, þú veist, þetta var nýkomið út
rosalega fáir byrjar að tala þetta, æskilur, eins og ég var náttúrulega búin að hæpa Heated Rivalry svo ógeðslega mikið fyrir þér. En hún reyndar, sagði við mig, því hún er mest að gæla sem ég þekki og með svona allt ógeðslega fallegt sem hún kaupir og með ógeðslega flottan smekk á fötum og bara, þú veist, ég spyr hana hvað ég gef Ísabellu í afmælisgjöf og þú veist, hún er svona bara alveg með þetta og hún sagði þetta, bara, þegar hún sagði þetta við mig, bara fötin, tískan, þú verður að sjá þetta, þá var ég bara ok. Þú veist, af því að hún sagði þetta, hún seldi mér þetta bara. En þú veist, mér er svo gaman að láta koma mér svona skemmtilega óvart, þú veist, ég bara horfði á 4 fyrstu þættina á konudaginn, bara það var það sem ég vildi gera þennan dag, það var líka í sófanum að horfa á þetta. Ég sá líka okkar kona Elspeth Gunnars var að horfa, ég sá það á Instagram hjá henni eitthvað. Já, einmitt. Ég þarf að ringja inn og ræða þetta við hana. Já, einmitt. En ég hef ekki, það er langt sinni ég verið yfir þætti eitthvað svona. Já, bara dolfallin. Já, og hann er rólegur, þetta er ekkert eitthvað aksjón eða eitthvað þannig. Ég held bara líka, þú veist, fyrir það sem eru hlusta, því við erum að hæpa þetta svo mikið, þá er þetta náttúrulega líka nummer 1, 2 og 3, af því að tískan er geggjuð. Já, þetta er tískan og svo bara tragedy ástasaga, eða hvað segir maður. Já, einmitt. Þannig að það er svona líka það sem er svo, og líka bara gaman að fylgjast með þegar Kate Moss var, þú veist, hann að vera að kasta nýsa auðlýsingu og þetta er allt svona eitthvað svona sem að maður einhvern veginn tengir við, allavega á okkar aldri. Okkar, kynnslóð. En þráhyggja vikunar mér er Björk á Brit Awards. Þetta var flott. Nei, þetta atriði með þessi, hvað heitur hún? Rosalía. Nei, sko, Rosalía, þetta var, sko, fyrst þarna kemur Björk, en svo hvað með teknóði endan hana? Það var geðveikt. Já, þetta var geðveikt. Björk geggjuð. Já. Ógeðslega gaman að, þú veist, og Olivia Dean, sástu hana? Já. Ég dyrka, gæluna. Og svo Harry Styles, hann bara með comeback. Hvað finnst Harry Styles? Ég veit það ekki. Nei. Ég veit ekki nóg mikið hann. Nei. En bara, þú veist, já. Ég veit, ég dyrka hann, mér finnst hann ógeðslega flott típa, það er bara efni eitthvað annað, en hann náttúrulega var að gefa út nýtt lag, þannig að það var bara margt að gerast þessar hátíð. The Brit Awards, er það ekki? Jú. Já, var þetta ekki það? En já, svo ætlaði ég bara svona, ég veit ekki, því ég veit að fólk hafa gaman að, þegar vantar oft fólki eitthvað að horfa á, og við erum mikið búin að tala um Lostery, að það ætlaði ég líka að segja að komi ný sería Paradise, sem er líka á Disney. Ég veit ekki hvað það er. Nei, það er ótrúlega góð þættir. Ég ætla ekki að segja neitt af því að þú sættu með eiginlega fyrir mig. Nei, þetta er bara, fólk er örugglega búið að horfa á þetta. Er þetta margar seríur eða eitthvað? Nei, það er að koma sería 2, en það var sagt um mig því ég horfði fyrir seríuna, ekki googla neitt. Ok. Þannig að, en mæli með. Og svo er ég búin að horfa á geðveika írska þætti, sem heita Kin, K-E-N. Hvað er þeir? Þeir eru svona glæpa, ég bara elska hreiminn, ég elska að gerast í Dublin. Ef þeir eru glæpa, er líkar að ég hef séð það. Það? Mér finnst ofta þess að kallmenn nenni ekki að horfa en séu byssur og eitthvað svona. Já, reyndar, já. Ég er ekki fara að horfa Lostery með mér. Ekki. Og ég tala nú ekki Heated Rivalry. Nei, ég meina að gleyma. Trust me, ég er búin að reyna. Já. Það er ekki verið að gerast. Ég ítt á trailerin og Óli bara, pass. Pass, já. En þú veist, en allan að Kin, ég mælu með. K-I-N? Já. Sko, fjölskyldinni þáttunum heitir Kinsella og svo er þetta líka náttúrulega Next of Kin. Þú veist, þetta er fjölskylda, Kin. Ok, ég bara, þannig að þú mælu með það 3 þáttum. Kin, ég vil gera Paradise, aftur já. Svona á Instagram og þegar að ég er svo lost í svona þáttum og er ekki á sig EBDM eða hvað Nei. Og mér finnst svo geðveikt að fá svona recommendations. Já, svo Solrún Dego hefur stundu tekið svona til eða eitthvað svona tekið þetta til en ég vil fá alltaf Maja mæli með sem ég get farið inn á Stílborð hlaðvarp Instagramið þegar ég sest upp í sófa og finn ekki neitt þá er ég bara ég ætla að horfa á Kin veist ekki, að því ég mun aldrei muni þetta Nei, og ég bara og ég elska að hafa þetta svona, þá getur bara fólk gengið að sem vísu nú kemur nýtt Maja mæli með eða bara andra mæli með bara Lostery og svo Maja mæli með Kin og einhverju einari Já, Paradise, Lostery Já, algjörlega En svo finnst mér aldrei að horfa líka á Hildur Já, herri, það er í alvörun á listanum mínum Er það góðir? Ég er sko byrjuð og það var ógeðslega spennandi en svo fór ég til Kaupin ég elska spennu þætti Er þetta spennu þætti? Þetta var, þetta er svona að vera að rannsaka eitthvað svona mannskvarf og eitthvað, ég var spennt sko Ég var nefnilega að klára Kin í gær þannig að ég með vantar eitthvað og það er líka gaman að horfa okkur Ísland bæða með þekki leikarna og staðhætti og bara ógeðslega skemmtilegt Ég elska það sko og ég held að Tinna og þau sem standa þessu að fengi ég veit þau fengu velun í Finnlandi Já
fyrir þess að þætti. Já, ok. Já, ég bara þeir eru á listan mín, það er bara mögulega að hjóla í það næst. En ég held að við séum það bara komnar að leiðarlokum. Jésús. Ég sopnaði næstu og sagði þetta. Já. Þetta var svo Það leiðinlegt. komið að leiðarlokum hér hjá okkur í dag. Við þökkum kærlega fyrir. Nei. Þökkum fyrir áheyrnina. Já. Verið sæl. Sjáumst eitthvað. Nei, en heyrðu, bara svona í lokin þá bara minna á að endilega, þú veist, að follow okkur og allt það. Og bara senda okkur spurningar eða eitthvað. DM á Instagram. Já, bara endilega. Stílbrot Það má hlaðvarp. líka senda spurningu inn á Spotify, ég fylgist með því. Spotify. Já. Ok, er það hægt? Já. Geðvegt. Það er Senda á Maja Spotify og mig á Instagram. Já, þú sér um Instagrami, ég sé tæknilega hliðina hinum megin. Já. Og svo, takk fyrir okkur. Takk, bye. Bye.